Hvernig gekk þér í dag? Ágætlega bara. Já, þú varst fljótur. Ég er alltaf fljótur. Já, ég man það, þú komst einu sinni í skotpróf til mín. Já. Hvað varstu, 1 mínútu og 30 sekúndur? Nei, ég man það ekki. Ég náðir 46 stigum. Nú gerði ég það, já. Já, við minnum það. Það gekk betur heldur en núna, sem sagt. Já, það. Það held ég. En hvernig gekk þetta annars? Bara allt í lagi. Já, og lengurstarfinu? Já, það var allavega í blaði. Já. Já. Ég er bara sáttur við það. Og blaðið er ekki stórt? Nei, og blaðið er ekkert stórt, sko. Já, já. Já, og svolítið maður þurfti að miða upp í vindinn. Já. Já. Og þetta er alltaf hliðavindur? Já, það er orðið svolítið vindur, sko. Já. Ábyggilega 4-5 metrar. Já, og það er eitthvað daldið, þetta er þvert ásendis með að vera. Já, þetta er svona 10, upp undir 10 centimetrar á 300. Já. Já, já. Takk fyrir þetta. Það var lítið. Það er ekkert að það er 300 ekki? Jú. Já, það. Já. Það var bara í hverja fyrst. Já. Já, Jón Ingi, þú varst að skjóta. Já, Hvernig gekk? ekki nú vel. Hvers vegna? Bara taugarnar eða æfingarleysi. Já. Sennilega æfingarleysi. Og þú lentir í smá hremmingum. Já, já. Hvað var það? Það var skotið á spjaldið mitt. Já. Og allt inni komið 5 gött á það. Já. Og þá fara kannski taugarnar aðeins að perra mann. Það trúblar. Já. Ég klúðraði 100 metrum. Þetta hitt sig allt í lagi. Já, já. Þú fyrst að skjóta þá aftur. Já. Það hefði ekki verið betra enn fyrra. Jó, jó. Það var held ég betra. Það minnstust ekki ás í því. Já. Takk fyrir. Já, takk. Já, Einar, þetta gekk ekki áfallalaust hjá þér í dag. Nei, Hvað gerðist? ég bara skaut á vitlausa skífu. Það gekk alveg vel og hitti vel en það var bara vitlaus skífa. Veit ekki hvað fór úr skeiðs. Já. Það hefði ekki bara verið spennan þegar þú komin í mót. Örugglega, eitthvað svoleiðis. Já. En þetta var á 100 metrum. Já, það voru bara 5 skífur á milli. Já. Skaut 5 skífur til hliðar. Einmitt, já. En svo skauðst á þína skífur á 200 og 300. Já. Gekk alveg ágætlega á 300 held ég, en verra á 200. Já. Einhver hluta vegna. Þannig ég var alveg sáttur með 100 og 300, en 200 var eitthvað skrítinn. Já, en þú fær náttúrulega bara 0 fyrir 100 að þú skauðst. Já, já, Ekki klálega. þína skífur. Já, já. Það er allt í lagi, þetta er bara mót. Já, já. Já, já, þetta er ekki vitlaust hreindýr. Þetta er ekki villist reyndir. Takk fyrir. Takk fyrir þess. Jónki, getur hann ekki bara skífu nr. 5 á 100? Getur hann ekki skífu nr. 5 á 100? Jú, hún er veist. Já. Gunnar Eiríksson, Já, þú varst ekki eftir fyrsta riðli. já, Hvernig gekk? illa, en aðeins vindur, ég reiknaði ekki nú vel með honum og hérna, ég held að ekki verið neitt skot hjá mig, ekkert á 300 metrum. Það er hægt að nota skífuna aftur. Já, já. Það var fólkið bara, Já, það var allt til hliðar. já, Já. Ég byrjaði þar og svo sá ég að þetta gekk ekki og fór á 100 metrun og sá hvað hann gerði og þá lagaði þetta. Það var allt í lagi á 100 metrun og það var hann að
grúpaði vel og svo 200 metrunum bara færði ég aðeins til hliðar. Það hefur komið. Það hefur komið. Allan hörinn og blaði. Já, Ha, takk fyrir þetta. já. Jóel, þú varst að keppa í fyrsta riðli. Já, Hvernig tókst þetta? ég veit það ekki. Varstu ekki búinn að sjá skífuna? Nei, ég er ekki búinn að kíkja á hana. Nei. Hvernig leiðið með varstu að skjóta? Fannst þér að vera að hitta? Eitthvað, ég sá þetta á 100 metrum, þetta var ekki alveg nógu gott. Já. En Sástu ekki á hinu ferðinu? ekki á 300. Nei. Ég veit ekki hvort ég hitti blæðið þar. Þú ert eftir að fá að sjá skífunar. Já, Einmitt. Það er spennandi að sjá hvað það gerir. það er mjög, ég er býð spenntur. Já, takk fyrir. Ekki máli. Guðjón, hvernig gekk þér að skjóta í dag? Ekki nógu vel. Nei, hversun ekki? Bara æfingarleysi. Já. Eitthvað stress? Já, sjálfsagt líka. Varstu með hljóðdefi? Já, Hvernig gekk þér að sjá út á 300? bara sæmilega. Já, byrjaður kannski á 300? Ég byrjaði á 100, svo 300, svo 200. Já. En þú ert ekki lent í mikilli tíbrá? Nei, svo er ég með axlabönd yfir hlaupinu. Já, já. Það Ég hjálpar veist að aðeins. taka tíbrana. Já. Það er að hjálpa. Hjálpar aðeins. Takk fyrir. Ekki máli. Þú varst að keppa í öðru riðli. Já, það passar. Hvernig gekk? Mér gekk ágætlega á 100. Já. Ég sá ekki nógu vel út á 300 sko, en mér fannst mér ganga ágætlega þannig sko. Já. Með svona mörg skot í röð sko. Einmitt. Og þú ert eftir að sjá skífuna. Já, ég heyrist að vera að koma renn í hlað núna, Já, já. þannig að ég á eftir að sjá hvernig þetta gengur. Já. Það ég er bara eftir að sjá hvernig gekk. Þetta er fyrsta svona stóra móti sem ég keppi. Einmitt. Ég keppti minni mótum fyrir austan sko, sem eru með öðruvísi fyrirkomulagi. Já. Standandi og krjúpandi og svona aðeins meira að reyna á hversu stöðu þú ert með skrokkinn sko. Einmitt. Já. Þá einmitt kemur léttir riffillinn inn. Já. Það er auðveldra að vera með þungar riffill hér sko. Takk fyrir þetta. Ekki málið. Þú varst að keppa í öðru riðli. Það passar. Hvernig gekk þér, Stefán? Ekki nógu vel held ég. Ég var nú ekki alveg að sjá hvað ég var að gera nút á 300 metrana. En 200 sá ég, það var að reika hans hjá mér. Ég var ekki sáttur með það. Það var bara að klikka á mér að vera ekki að afrétta það sko. 100 metrana voru ágætt en of stór grúpa fannst mér með það sem ég á að geta gert. Já. En það er svona, kannski bara stress líka. Maður er alltaf svona aðeins. Það er stress að keppa. Já, það er alltaf þannig sko. En þegar þú sást að það var að reka, leiðrétturðu það ekki strax? Jú, ég reyndi að leiðrétta strax á 200 metrum þegar ég sá það sko. Já. En ég var ekki að klikka fyrir það, ég bara hélt aðeins yfir. Já. Það er lítill vindur svo sem kannski en maður ásamt að geta notað
út af klikkin líka en þetta virkaði bara fínt held ég. Eða svona allána, í hugmyndafræðinni allána. Einmitt, svo er að skifuna og sjá hvernig gengið hefur. Það verður spennandi sko, það verður spennandi. Takk fyrir. Takk. Jæja, Eyþór, þú varst að keppa hérna í dag í hlaðtarfinum. Já, Hvernig gekk? þetta byrjaði frekar illa. Ég var 3/4 á lára á 100 metrunum og ég held að þetta bara farið eftir því miður. Já. En á lengri ferðinum, hvernig sástu hvað þú varst að? Ég byrjaði á því að skoða á all færin áður en ég fór að skjóta og það er svolítið náttúrulega tvíbragð en það er bara verður að sjá hvað kemur á skífunum. Já. Þannig að þú ert ekkert alltaf bjastin. Það verður einhver að taka á sig að vera aftarlega. Það er vist alltaf þannig. Jú. Kæru þakkir. Takk fyrir. Já, Hjörtur, hvernig gekk þér í dag? Já, þetta er alltaf gaman, Já. en árangurinn er kannski ekki alltaf góður. Kannski ekki eins og maður vill að Nei, ég var með skeiðklukku sjálfur sem var niðurteljari og þegar ég var að byrja að skjóta á 200 þá hélt ég að væri 5 mínútur eftir en það voru 5 mínútur búnar. Já. Þannig ég flýtti mér allt of mikið með 200 og 300. Já. Og það er kannski komið niður á árangurinn. Já, eða æfingaskortur. Já. Það er bara svoleiðis. Ég er búinn að vera óskaplega lítið duglegur að skjóta síðastliðið ár. Já. Maður var aktífari hérna fyrir nokkrum árum síðan en það er bara að gefa þér meiri tíma. Jú, það skilur sér. Já. Kæru þakkir. Ekki mál. Hvernig gekk þér skot í dag? Bara vel sýndist mér. 100 og 200 allavega ásættalegt og svo sá ég nú ekkert á skífun á 300. Já. Ég byrjaði þar og lét bara vaða 5 skot þar og treysti bara á stillingarnar og þó ég sagði ekki göttin. Já. Fór svo niður á 200 og svo kláraði ég 100. Það gekk mjög vel á 100, þannig að sýndist mér. Já, flott. Þannig þú ert nokkur aftur bara? Já, svo kemur þetta bara í ljós. Þetta er farið allt saman. Já. Skot verður ekki aftur tekið? Nei, mitt. Það er bara farið. Kæra þakkir. Takk fyrir. Þú ætlar að koma hjartsláttin koma? Já. Og stuðnisar og allt sko? Ég leggst undir bóðið og bæti. Það er ekki að vera. Drífa sig. Þá má ég bara byrja, fyrir svo er ekki. Jæja, þá er hlaðtarfurinn byrjaður. Ég ætla að byrja á að skjóta 300 metra, búinn að skjóta einu skoti. Það er smá vindur. Ég sé nú ekki göttinn. Þannig að ég sé einhver staðar í grenn. Það er skot kominn á 300. Ég gerir ráð fyrir svona 7 metra auki. Það er kannski ólítið. Eða við vindáttina, vindstyrkin. Ég setja klukkun í gang hjá mér, fylgjast með tímanum. Það nú vera geysi nógu tími, þannig að þetta er
Ekki mikið stress. Úff. Og það var það síðasta skotið á 300 metrana. Það er mikið á móti vindurinn núna. Stær fyrir, ég ætla bara að miða beint á. Það er lítið. Vinstra megin. Þá er það. Þá er það næst 100 metrarnir. Nei, 200 metrarnir. Það er 10 klikk yfir. Aðeins meira veg heldur en ég gerði það fyrir, nú sé ég guttinn. Þá er spurning hvort ég hafi verið að setja þetta allt á vitlausum stað, upp á 300, jæja. Uss. Það fór langt niður. Það til týpur á. Hlaupið þarf að hitna aðeins. Getum kannski aðeins farið að hægja á. Það er allavega Jæja, á síðast á 200. Sé að vindurinn er aðeins flettandi. Ja, þá voru 100 minn eftir.
Hvað var nú þetta? Langt fyrir neðan. Það ég að setja þetta allt niður fyrir. Hvað er að ske? 5 mínútur eftir, drengir. Skot verður ekki aftur tekið, svona sjá hvað kemur út úr þessu. Hvernig gekk að skjóta? Það gekk ágætlega. En 300 þá sá maður ekki út á tíbróninu nú vel, þannig að ég veit ekki alveg hvernig það gekk þar. Já. En sást á 100 og 200? Já. Og sáttu bara við árangurinn? Já, með hvað maður er búinn að æfa mikið. Já. En þú ert með 50 stig þá á 100? Nei. Nei, það var bastarðið þarna fyrsta skotið á 100 metrunum. Þá náðum maður að grúpa eftir það sko, hinn 4. Já. Og svo framvís, þannig að það er svona, maður veðja svona út í vindinni eitthvað. Einmitt. Vona að það gangi, það sé eins. Smá rek, allavega lengri færunum. Já. Þetta verður bara gaman að sjá hvernig gekk. Já. Takk fyrir. Takk. Hvernig gekk? Það ættir að koma í ljós, stiginn á 300 ættir að koma inn, en þetta var nú bara allt inn á 200 og 100. Það minnum satt. Allt bara Já, maður vona það alltaf, ég hélt það á 300 sko. En þetta er alveg sæmilega þétt á 100, en 200 hefði alveg mátt vera betra. En svona er þetta að vera með hendur undir. Já, þetta er ekki einfalt. Nei, það er það ekki. Þess vegna er gaman að þessu, að geta tekið þátt í þessu móti og haft gaman að þessu. Já, takk fyrir þetta. Sömuleiðis. Hvernig gekk að skjóta, Hafsteinn? Ekki allt og vel. Nei, á hverju? Þannig að það getur verið vindurinn eða eitthvað. Eða keppnisstressið bara? Já, líklega það. Það getur haft áhrif? Já, það er allavega var eitthvað, þetta gekk ekki alveg nógu vel. Já, sástu hvar þú varst að hitta? Já, 100 og 200. Ég er ekki viss sem ég hafi hitt á 300. Já. Ég sá allavega engin gutt. Nei, það er erfitt að segja. 15 tarfardauðir? Ekki alveg, það er hræddur Nei, þetta gekk ekkert sérstaklega vel. Það ekki, varst ekki sáttur? Nei, ég var ósáttur, ég klúðraði þessu strax á 100. Já. Ég fann að ég skipti aðeins stellingu, sem sagt undirstöðuna hérna, og eftir það síðustu 2 á 100 voru alveg 5 cm fyrir neðan miðju og ég held að 2 og 300 hafa ekkert gengið mikið betur, því miður. Þannig að
Við verðum að bíða til að sjá endanlega skorið bara. Við sjáum endanlegt skorinn, það verður ekkert spes. Er í hrætturum. Takk fyrir þetta. Jæja Davíð, hvernig gekk að skjóta? Þetta var allt í lagi. Já. Þetta var bara frekar ljúft. Það var smá dýpra á 300 og annars gekk þetta bara vel. Já, tóma 10 bara á 100 og 200? Já, ekkert annað. Nei. Þannig að það verður spennandi að sjá hvernig þetta fer. Já. Það ræðist náttúrulega alltaf 300 metrum. Já, þeir eru náttúrulega alltaf erfiðir. Já. En hinn færi getur við, þannig að sem er skoður á þeim. Já, en 300, það verður gaman að sjá hvernig fólk stendur á því. Já. Þannig að þetta er bara spennandi. Veðrið er mjög gott, smá hliðavindur. Já. Samt allt í bjart? Samt mjög bjart, með að við sé skýja hjá okkur. Varstu með deyfi? Já, með ljóteyfur, svo jakki. Og hérna var múltibróin eitthvað að rekja þig? Mjög. Mjög, já. Ég sá ekkert á 300. Byrjaði á 100? Byrjaði á 200. Já. Færðum við sinna á 300. Bara svona sjá hliðavindinn. Einmitt. Og endaði svo 100? Endaði svo 100. Hvernig gekk þér maður nú? Ég er alveg örugglega í síðasta sæti. Já, heldur það? Já, ég er alveg bottur á því. Já, menn eru nú búin að lenda í ýmsum hremmingu hérna í dag. Já, ég held að ég sé í síðasta sæti. Ég held að ég sé ekki að blaðið á 300 og ég held að ég sé ekki að blaðið á 200. Já, já. Þannig, já. En við sjáum hvað dómarinn segja. Já, já, já. Ég lendi nú því líka að vera ekki á blaðið sko á 300 og fleiri. Já. En náðu nú blaðið á 200. En við sjáum til, ég nartaði hægra hornið á blaðinu, þannig að ég held að ég hef ekki komast lengra í það. Já, já. Þú varst að keppa í hlaðtarfinu í dag. Já. Hvernig gekk þér? Ég vona að mér hefði gengið vel. Ég sá ekki hvað ég var að gera á 300 metrum. Já. En á 100? Það var skot sem að fór aðeins og langt frá miðunni. Já. Og ég var ekki sátt við það. Já. En það voru 3 sem voru í miðunni, fannst mér. Já. Þannig að ég vona það að það var gengið vel. Já. En 200 metrarnir sástu bara... Ég var nú bara að flýta mér í gegnum þetta. Ég skoðaði það ekkert sérstaklega. Nei. Það breytti ekki neinu þó maður fer að skoða þetta. Maður bara skýtur og tekur svo afleiðingunum. Einmitt. Þannig að þú er bara nokkuð sáttur? Já. Já, ég verð sáttur hvernig sem þetta fer. Já. Alltaf gaman að gera eitthvað svona og þegar maður hefur svona tröllatrú á sjálfum sér eins og ég held að flestir í þessu gera þá er þetta skemmtilegt. Ég heiti Marcin. Já. Ég er frá Pólandi. Og hvernig gekk að skjóta? Ég held bara allt í lagi. Já. Smá tremma, en þetta er fyrst keppni sem ég er að hérna en mjög gaman. Gastu séð á 300 metrarna? Já, ég sé. Og séð hvað kúlurnar voru? Jú, ekki alveg, en ég sé ég hvað hitti í 300. Já. Þannig að þetta er bara gengið vel. Takk fyrir. Sáttur? Já, ég sjáum til, gefur ljós. Takk fyrir. Takk.
Pavel, hvernig gekk að skjóta? Bara ágætlega. Ég átti vonað að vera verra en það var alls ekki. Já. Og sástu hvað þú varst að hitta, til dæmis á 300? Nei. Nei. Það var byrtað léleg fyrst mér. Eða sjónmikið. Já. Og tíbrá, kannski. Já. En gekk vel á 100 og... Já, það gekk mjög vel, sko. Já. Hverju varst að skjóta? Hvaða kaliber? 308, Savage. Já. Með sjónauka, Konus með 50 stæknum. Já. Og varst ekki að sjá tíbrá, bara á 300? Nei, sá ekkert á 300. En á 100, var ekki tíbrá það líka? Jú, en sá mjög vel samt. Já. Það var bara, ég ánægði með þetta. Flott, takk fyrir það. Hilmir Olsson, hvernig gekk í dag? Ég veit það ekki alveg hérna. Nei. Þú fyrir ekki búin að sjá skíðurnar? Nei. En hvernig var svona tilfinningin? Ég byrjaði á svona byrjanda mistökum. Ég held að sjónaukin væri stiltur á 0 og 0. Þegar fyrsta skoti rétt dreif upp í ásinn. Já, já. Þá var ég 10 klikkum frá 0. Byrjaði þér á 300? Ég byrjaði á 100. Byrjaði 100, já. Þannig að það var svona, þetta smá hroll í mér svona, en ég náði skotprófun á 200 og ég sá götin þar. Já. Ég sá engin göt á 300, þannig að það hann kannski blanko. Já, það áttur að koma í ljós. Það áttur að koma í ljós. Já, já, þannig að þú ert svona sáttur eða hvað? Nei. Já, ég er alltaf gaman bara að vera með. Já, já. Lítið búinn að skjóta, svona nota þetta til að koma sér á stað. Já. Kærar þakkir. Nei, takk sömuleiðis. Þetta er flott hjá þér. Maður býður spenntir eftir nýju vídeói, sko, þegar þú sendir þetta út. Er það ekki? Já, það er það. Þannig að maður verður að taka þátt. Það er ljótt að gera það ekki. Ólafur Sigurðarson. Já. Hlaðtarfurinn. Já. Tókstu þetta í dag? Nei, ekki á ég von á því. Nei. Fyrsta skotið klúraði svolítið á 100 metrum, hinn held ég hafi verið í lagi. Svo sá ég lítið á 200 og mig grunaði að þú hefði sleppt í að setja upp spjaldið á 300. Það var svo samlitt og það var það mikið tíbra á að það var illsjáanlegt spjaldið. Já. Hvað varstu með mikla stækkun? Ég var náttúrulega með og mikla stækkun með við þessa tíbra og aðstæður í dag. Ég var með 42. Já. Þannig að þú eru bara að bíða eftir að fá að sjá skífunum. Já, en það er gaman að þessu, það er það sem skiptir öllu máli. Já. Og flott framtak. Takk fyrir það. Glemdur að fara í Liverpool? Glemdur að vera í Liverpool? Ég er í Elibólnu, ég þori ekki að fara úr síðan, sko. Já. Maður verður að kunna sig. Já. Stefán Eggert Jónsson. Já. Þú varst að skjóta í öðru riðli. Já. Hvernig gekk? Það gekk bara fínt allavega á 100, en svona þetta er svolítið út og suður á 200 og sá nú ekki allt á 300. En ég held þessu öll í blaðinu. Já. Þannig að ég er bara sátt við það. Það er fyrsta markmiðið. Byrjaðar á 100. Já. Og hann hittnaði aðeins hjá þér hljóðdeyfirinn. Já, þetta er náttúrulega sjóð hittna þegar maður skýtur svona mikið af skotum. Já. Í stuttum tíma. Þú ert með 284 vinstri. Já, sem er aldrei stórt. Já, já. Og var komið aldrei tíbrá á 300. Já, ég bara ákvað að bíða með að skjóta 300 metrana þangað til á 5 mínútur eftir. Lefa dótinn að kólna og það lukkaðist ágætlega. Ég sá orðið aftur. Spjaldið. Já. Já, spjaldið. Já. Maður getur ekkert beðið meira þegar það komið svona smá tíbrá, sko. Já. Þó svo þessi með sæs sjónauka, hann er reyndar, ef þú sér þetta ekki með sæs þá sér þetta sennilega ekki með neinu öðru. Einmitt.